Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fræðast jólaaðstoð á Eyjafjarðarsvæðinu. Þau eru komin til mín frá hjálparstarfi kirkjunnar, Rauða krossinum og Mæðrastyrksnefnd. Velkomin Guðmundur, Ingibjörg og Sigríður. Takk fyrir. Það er of seint að hringja núna og hafa samband og sækja eftir aðstoð. Það er afstæðið, er það ekki? Jú. Og þetta virkar þannig að þið auglýsið símatíma, er það ekki? Jú. Þú ferð aðeins yfir þetta? Já, við höfum auglýst í dagskránni tvisvar sinnum og fólk getur hringt á milli 10 og 12 í eina viku. Já, í nóvember kannski? Nei, bara í síðustu viku. Já, byrjun desember. Já, og síðan tökum við viðtölin í þessari viku. Fólk fær viðtalstíma og við tökum viðtölin og förum yfir umsóknirnar allar. Já. Og síðan erum við með úthlutinn í næstu viku. Já. Og þið eru svona búin að taka ykkur saman, þetta var í sikuru lagi, eða ekki? Já, það eru þessi 3 samtök og Hjálpræðisherinn líka. Já. Og þetta var þannig að þessi samtök voru þá að sinna svona mataúthlutun. Já. Og það voru þessir matapokar og fólk fékk þá fór í röð til að fá og við vildum í rauninni hugmyndin var að sleppa því að reyna að tjá því. Gera þetta aðeins svona vinalegra, er það ekki? Já, öll þessi samtök að vinna að hjálpastarf og grunnhugsunin í því í rauninni að fólk getur haldið reissinu. Haldið reissinu. Náttúrulega í fátæktinni það mjög erfitt. Já. En í hugsunin var svo að þegar við fórum yfir í matakortin, fólk fær þá útveitað kort. Bara eins og hvert annað greiðslukort? Já. Engin veit hver á þetta kort eða hvernig maður fengið það, en þá er hugmyndin að fólk getur keypt það sem það þarf og svo hefur verið safnað fyrir þessu og við keypt á kort. En hvenær fóruð þið í þetta samstarf? Við erum búin að vera í þessu samstarfi síðan 2012. Og gefist vel? Það hefði gefist vel. Við vorum fyrst 1 ár án þess að vera búin að skrifa undir einhverja samninga eða annað. Svo gerðum við skriflega samninga 3 ár í senn. Og við erum sem sagt á 3. árinu núna með annan samningin. Og þetta er komið til að vera svona, þetta virkar vel? Já, það hefur reynst það vel að við erum búin að vera í þessu bara öll þessi ár og samstarfið hefur elt okkur miklu meira en hitt. Og þá er líka að það er náttúrulega alltaf einhverju sem er að fara á milli eða var þannig. En þetta er náttúrulega kemur í veg fyrir það og við erum þá svona að reyna að vera sanngjarn í úthlutuninu og nýta þá fjármuna sem við safnum sem best. Og þið eru með einhvern kvarða, það geta ekkert allir komið og fengið því að sumir eru bara kannski aðeins betur settir en aðrir. Já, við tökum tillit til allra umsókna, reynum þá að kalla fólk aftur til okkar og meta skuldastöðu og annað ef að fólk er langt yfir þeim kvarða sem við erum með. Og við erum með ákveðna uppað á hvern einstakling, svo bætist við maka og svo við hvert barn, að við förum aldrei yfir 50.000 í hverju korti. Og þannig að ég ætti að taka fram að þetta er ekki neitt framfærslu styrkur, þetta er bara neyðaraðstoð að hjálpa fólki. Til sjálfsálfar. Er ekki eins og fólk skilji það svolítið? Fólk er ekkert að sækja þetta ganni sínu, sko? Nei, ég held að það sé algjörum undantekningartilfellum. Það eru einstaka sem eru með fyrir ofan. Þennan mælikvarða sem við setjum, hann er mjög lágur. En þið náið að sinna öllum sem að lenda á réttum megin? Já, og við höfum safnað, þetta verið 10 milljónir þessi ár sem við höfum, núna síðustu árin. Já, sem bara fyrirtæki og einstaklingar leggja mörgum? Já, við sendum bara bréf. Frábært. Já, við erum minnilega þakklátt, þetta gerur okkur fært að í raun og veru að gera þetta svona, að úthluta þessum gjafakortum. Þörfin er greinilega til staðar. Hvað er þetta margir núna fyrir jólin? Það er 309 voru í fyrra, það lítur út fyrir að verða aðeins fleira á þessu ári. Og það er náttúrulega fleiri á bakvið, þetta er þá umsóknir og það má kannski reikna með að þetta sé... Það má segja að 500-600 mann sem er í miðað við fjölskyldur. Og það er náttúrulega of mikið á þess ekki stærra svæði, þetta er Eyjafjarðarsvæðið. Og segir okkur í rauninni að það er fátækt hér og við erum kannski á láglaunasvæði, það er nú stundum verið talað um það. En manni finnst það svona sárt að við sem samfélag getum ekki gert betur. En svo erum við líka náttúrulega Rauði krossinn og Hjálpræðisherinn erum með
kvöldopnun. Já, í verslununum ykkar? Já, í þeirra verslunum og það sem er bæði fataúthlutun og jólagjafir og við fáum matvörur sem við höfum fengið og þá deilum við þeim líka út. Ok, þannig að það er bæði greiðslukortin sem fólk getur verslað sjálft í matinn og svo líka eitthvað í pókum kannski? Já, en við viljum helst minnka það eins og við getum, en sum fyrirtæki get ekki látið nema vörur frá sér og þá þiggjum við þær frekar en að neyta. Og eins og í Rauða krossinum, eru þið þá að úthluta fötunum sem þið eru með til sölu eða? Já. Í rauninni, þetta er annað árið okkar núna í ár sem við gerum þetta þannig að fólk fær bara innegnakort í verslunina. Og þá getur í rauninni komið bara hvenær sem er. Og máta hvað sem er? Já, við erum að fá kortin bara allt árið. Við erum að fá kortin allt árið núna 2019 sem við veittum fyrir síðustu jól. Það er sniðugt. Já. Þarf ekki endilega að græja bara jóladressið, heldur bara að eiga fyrir. Við nefnilega vorum búin að sjá það að það var ekki bara þannig að fólki vantaði endilega glimmerkjólinn. Heldur var það bara mjög mikið þannig að fólki vantaði bara lofapeysuna. Þannig að þetta er svona, og þetta er líka bara valdeflandi. Að geta komið bara hvenær sem er og keypt það sem mann vantar. En við erum með svona þessa kvöldopnun. Hvenær? Hún er 12. 5. daginn í næstu viku. Þá erum við með opið til 9 kvöldi, en það er bara opið fyrir alla. Við auglýsum bara opna, aðvendu opnun. Þannig er bara allir velkomnir. Stemming. Og það er líka hjá Hertex líka þannig. Og síðan er náttúrulega jólagjafasöfnun á Glerártorgi. Já, geta allir sett pakka þar undir stólatrið. Já. Við myndum gjarna vilja hvetja fólk til þess að drífa í því vegna þess að úthlutun hjá okkur er í næstu viku, sko. Drífum í því að setja pakka undir tréð á Glerártorgi. Og það verður á laugardaginn sér hátíð á Glerártorgi og þá hvetjum við alla til þess að koma með eitthvað og setja þarna undir. Endilega. Sem við getum svo deilt út. En Ingibjörg nefnir þarna valdeflingu og það er kannski svona grunnhugsun okkar í þessum frjálsu félagasamtökum að valdefla það fólk sem kemur til okkar og stundum er það þannig í þessum viðtölum sem verðum ekki löng eða mikil, heldur er bara svona grunnupplýsingar sem við þurfum til þess að úthluta sanngjarnlega að þá erum við líka að reyna að gera þannig andrúmsloft að fólki líði vel og sumir hafa þörf fyrir að segja frá sínu, þá vísum við gjarnan að það getur komið þá í annan tíma til okkar. Bara ljá eyra, hreinlega. Já, vera eyra, það er oft á tíðum er það bara mikil hjálp. Það er enginn sem hlustar á hvernig aðstæður þeirra er. Og svo erum við þá líka með þess að gerðum við samning það að vera í samstarfi allan ársins hring. Og Mæðrastyrksnefnd hefur þá tekið þessi viðtölin og úthlutanir. Og svo ef að fólk er að koma aftur og aftur út af ástæðan þá við vísað á hjálparstarfi og við gerum það í annan tíma, þá viljum við fá líka frekar upplýsingar. Þannig að við séum ekki bara að reyna að hvetja fólk til þess að takast á. Þess að fátæktin er lamandi og það er það sem er verst við hana. Og svo höfum við líka haft, ef okkur hefur áskotnast það mikill peningur, að þá höfum við reynt að nýta það bæði í sumardvalir fyrir börn og eins höfum við haldið námskeið sjálfstæði og sjálfbargar viðleitni, þannig og fjármálanámskeið, þannig að fólk getur sótt það til okkar og það auglýsum við yfir árið. Allan ársins hring að hvetja fólk til dáður en að hjálpa. Já, frábært. Og svo er í hverjum mánuði hægt að leita til ykkar líka, svona eftir miðjan mánuði. Eftir miðjan hvers mánuð, þá svarar Mæðrastyrksnefnd í síma. Og það eru svona hvað, 30 manns á mánuði. Mánuði sem að gera það. Tíminn er hlaupinn frá okkur. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu þarfaverkefni og göfuga og hvetjum fólk líka til að hafa ykkur í huga þegar það veit ekki hvað að gera við peningana sína. Já, takk. Að leggja þetta verkefni. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk.